Já, hérna undan áttu að koma alls konar lagagreinar frá henni Sigríði og koma hérna á eins og eftir. En ég ætla að taka tæknilegu hliðina á þessu. Og við heyrum það náttúrulega mjög mikið í fyrirtækjum sem eru að reyna að þróa lausnir, að það sé erfitt að tengjast þessu umhverfi sem er í dag. Þetta margt af þessu orðið ansi gamalt og ekki staðlað og ýmis vandamál í þessu. En mér langar í rauninni að svona aðeins að bara fara í gegnum svona þessi tæknilegu mál varðandi það að tengjast þessum miðlægu lausnum eins og Heklu og Heilsuveru og öllum þessum kerfum sem verið að reka miðlæg sem náttúrulega mjög oft nauðsynlegt fyrir fyrirtæki til þess að geta bara búið til lausnir sem virka fyrir notendur, almenning eða heilbrigðis starfsfólk. Og þannig að sko við erum hérna hjá Miðstöð rafrænna heilbrigðislausna, við erum alla daga að reyna að hjálpa fyrirtækjum sem eru að þróa lausnir með þeim takmörkuðu resursum sem við höfum og við kannski aðalmáli hjá okkur að við erum með þetta Heklu umhverfi sem er svona dálítið backbone í heilbrigðiskerfinu og mjög margir aðilar þurfa að fá að tengjast og það er náttúrulega ýmislegt þar til og sumt af því skjalað og við erum þá að reyna að tryggja aðgang að því til þessara aðila sem eru að þróa lausnirnar. En við veitum líka mjög mikið að bara alls konar ráðgjöf, ég veit ekki hvað marga hérna inni ég búin að hitta á fundum til þess að ráðleggja varðandi öryggismál og jafnvel persónuverndarmál þó að ég hef stundum verið tekin eitthvað í bólinu þar. Og ýmislegt bara kóðunarmál, staðlamál og ýmsa hluti. Þannig að við erum bara að reyna í þessu, en ég búin að tala fyrir því núna síðustu árin mjög mikið að það þurfi að leggja meira í þetta, að styðja og vera með sérstakt starfsfólk sem í raun ekki að gera neitt annað. Mitt starfsfólk sem að svara þessum fyrirspurnum frá fyrirtækjum út í bæ kannski hlaðið verkefnum. Það eru verkefnastjóri hjá mér með kannski 15 verkefni í gangi og svo kemur tölvupóstur frá nýsköpunarfyrirtæki sem að reyna að klára eitthvað deadline til þess að svara, ná einhverjum styrk eða eitthvað slíkt og við erum bara ekkert alveg kannski að vinna á sama hraða og ég horfi hérna á Levi Ósamenn til dæmis sem að senda okkur post í hver einstu viku eða jafnvel oft á dag og ég ekki að kvarta yfir því, alls ekki taka því þannig. En þetta í rauninni, það er bara fyrirtæki sem að vinna í þessu, þau eru að vinna á miklu, þau hafa styttri líftíma, þau hafa fjármagn sem dugar eitthvað x langan tíma og það dálítið erfitt að vera með starfsfólk sem að sinna alls konar verkefnum og svo að svara þessu líka. Þannig að ég tala mikið fyrir þessu en við höfum líka verið að standa fyrir lausnamótum og það hefur komið inn á að eru skýrt hvaða viðfangsefni því hið opinbera vill að séu leyst í heilbrigðisþjónustunni og við höfum verið að stilla upp áskorunum í þessum lausnamótum og þetta höfum verið að vinna í samvinnu við heilsutækniklasann og síðan höfum við líka verið að reyna að opna upp markaðinn með því að bjóða út lausnir og bjóða út rammasamninga og ég saknaði dálítið að fyrirtæki sem að þróa heilbrigðislausnir að þau sjá ekki tækifæri í því að bjóða í þessi verkefni þannig að þetta í rauninni þá eru þessi aðilar þeir eru á launum hjá hinu opinberu að læra það sem þeir þurfa að læra til að byggja síðan framtíðina. Þannig að endilega þegar við förum núna á næsta ári vantarlega að bjóða út nýjan rammasamning. Hugsið það hvaða tækifæri eru í því, í rauninni að fara þetta inn og þá erum við að vinna með okkur í verkefni sem hefur verið að skilgreina alls konar staðlar, alls konar flokkunarkerfi, alls konar hluti sem erfitt að skilja en þið fáið þá í rauninni, við erum þá að vinna með ykkur í þeim verkefni. Þetta eru verkefni sem þá unnin á okkar forsendum. Margir hafa augljóslega séð þessar glæru hjá mér áður. Þetta svona nútíðin í þessum tækni umhverfi í heilbrigðiskerfinu og það Heklan hérna neðst svona margföld, það eru svona margir instansar af henni hingað og þangað landið til að tryggja upp í tíma og síðan eru allir aðilar sem að tengjast Heklunni eru allir með Heklugáttir sem þeir nota til að tengjast og það eru mjög margar leiðir fyrir nýjar lausnir að koma inn í þetta umhverfi og að því að nefndi nú Levi Jósa hérna á hann, þá þeir að byggja, þeir eru með sína Heklugátt og nota hana til að tengjast Heklu og senda rafrænar lyfja ávísanir, tilvísanir, alls konar læknabréf og alls konar hluti
Og það eru líka til lausnir eins og Agnes á Suðurlandi sem að tengjast í gegnum sérstaklega svona Heklugátt eins og þeir sést hérna efst. Apótek og ýmsir, reiknistofnun apótekana, ef ég man rétt, að búa til lausnir eins og fyrir lyfju og fleiri aðila þar sem verið að tengjast á bæði Heklugátt til þess að notandi sem að nota appið, hann að sækja sína lyfjaásun sem í gáttinni og síðan að líka tala við kerfið inn á apótekinu sem að þá í rauninni að taka móti pöntunum og heimsenda lyf og alls konar slíka hluti. Það sama líka gerast inn á hjá þeim aðilum sem að veita heilbrigðisþjónustu og þarna þá í rauninni verið að tengjast á annaðhvort Heklu eða þá sjúkraskrárkerfunum sem á, hvort sem Saga eða Heilsugátt eða hvaða kerfi það og þetta þá kerfi sem að í rauninni þá keyrandi inn á stofnunum. En það sem verður svo vandamáli þarna þegar menn fara að byggja skýjalausnir sem að tengjast inn á lokuð net á heilbrigðisstofnunum, þá flækir það ýmis öryggismál og ýmsar slíkar hluti. Þannig að það þarf að hugsa þessa þætti þegar menn að byrja á lausnum. Hvernig hægt að tengja? Og það voru nú einhver tímabili, þá voru lausnir sem voru að vinna líka ofan á heilsuvöru, sækja gögn úr heilsuvöru til þess að nota inn í einhver app eða einhverju slíku. Þannig að þetta svona dálítið það umhverfi sem og þetta bara það svo staða sem við erum með og þurfum að vinna með og við gerum okkar besta til þess að hjálpa ykkur í því að ná að tengjast þessu öllu og við erum í raun að gera það með því að reka Heklu, þróunarútgáfu af Heklu sem hýst í skýi og þar náttúrulega engin raunveruleg gögn, þar bara pröfugögn, þannig að hún bara, sú Hekla bara í rauninni opin á netinu í Azure skýi og þar fær hver þróunaraðili bara Heklugátt sem hann ræður yfir og getur notað til að kalla og prófa að senda lyfseðla. Hann getur farið inn, sendt sér spurningalisti í heilsuveru og opnað hann þar og svarað hann og fengið svörin tilbaka inn í sitt kerfi. Þannig að það að stilla þessu svona upp þarna og síðan þegar að lausnir orðin tilbúin og menn tilbúinir þá fara menn í gegnum ferli til þess að koma þessu síðan í raunumhverfi og raunrekstur og það svona verið að þróa þá ferla dálítið betur en við höfum verið með þá skýra á mjög svona sömu sviðum. Svo öll svo skjölin sem til Heklu, hún þarna á docs.hekla.landlæknir.is, mjög svo þjála urli, en allt sem þarna verið að gera, þetta allt sem þróunaraðilum og kostnaðarlausu sem að vinna. Við erum ekkert að við sköffum rauninni allt þetta og menn ekki að borga neitt. Þannig að það ætti ekki að vera í rauninni eitthvað sem stoppar. Það sem að síðan kannski búið að vera að gerast núna síðustu misserinn að teiknast upp kannski dálítið ný mynd fyrir framtíðina og hún hefur náttúrulega það ýmsir þættir sem hafa ýtt henni áfram og kannski sem hefur svona ýtt okkur á stað mest í því eru þessi Evrópuverkefni sem við varum að fá styrki í þar sem við erum fara að taka íslensk heilbrigðisgögn og deila þeim yfir landamæri og það ákveðin áskorun í því þegar að gögnin ekki nógu stöðluð og það náttúrulega við erum að nota flokkunarkerfi fyrir sjúkdóma og svona ýmislegt en það margt sem hefur verið hjá okkur svona heima smíðað dálítið en það sem þessi Evrópuverkefni í rauninni gera þau hafa neytt okkur dálítið til þess að hugsa þessu hluti upp á nýtt og fara að horfa á þessa staðla og HL7 og FHIR og allt þetta dót í rauninni og það sem að teiknast dálítið upp núna þessa dagana eða svona þessa vikur og þetta kannski ekkert svona þetta ekki hægt að segja, þetta sé kannski svona einhver algjörlega þetta verið tilbúið eftir 3 mánuði, þetta svona hugmyndir sem ég að deila með ykkur hérna. Og þarna erum við að horfa bara á ytri aðalega, þessi ytri aðalega getur verið bara Ísland.is, mína síður Ísland.is, það getur verið sjúkraskrárkerfi, það getur verið eitthvað app eða það getur verið einhver lausn og síðan erum við þessa punktalínu og það sem við hjá MRH erum þá að reyna að gera þá hérna með við hana. Og það sem við erum búin að vera að byggja upp núna síðustu mánuðina patient summary sem inniheldur ákveðna grunnupplýsingar sjúkling sem verið í rauninni í þessu Evrópuverkefni sem við erum með að deila þessu yfir landamæri. Þannig ef einstaklingur frá Íslandi að ferðast erlendis og hann veikist á Spáni eða eitthvað slíkt og þá hefur hann aðgang að heilbrigðiskerfið á Spáni ákveðin aðgang að þessu en við getum líka deilt þessu innanlands til sjúkraskrárkerfa og annarra kerfa sem eru að vinna með sjúklinga. Og þarna erum við þá að byggja upp þessa FHIR servera sem innihalda þessar þjónustur sem eru í rauninni að skaffa þessi gögn á þessu FHIR formati. Og það sem þetta gerir í rauninni þá fyrir fyrirtæki sem að vinna á móti þessu, þau eru þá ekki að forrita sérstaklega einhverja að sækja eitthvað patient summary með íslensku aðferðinni, með einhverju Hekluskeytum, með einhverju slíku, heldur þá þetta orðið forritað á staðlaðan hátt. Þannig að
þið ættu að geta tekið lausnina og fara með eitthvað annað þar sem eru líka Fire-serverar og getur tengt hana í rauninni beint við og þetta ætti í rauninni að vera svona plug and play eins og Microsoft kallaði það í gamla daga. Kannski ekki allir svo gamlir að muna eftir því, en sem virkaði svo reyndar aldrei, en þetta er svona orðatiltæki. En þarna á bakvið eru í rauninni gagnagrunnar sem verið að vinna þetta upp úr og eins og í Patient Summary-inu eru þetta miðlæg lyfjakortin og þetta eru bólusetningagrunnur og þetta eru miðlæg snjókorn og ýmsir hlutir sem verið að taka þessi sértæku grunnar. En þetta við erum að sjá að teiknast upp kannski núna í rauninni með þessu tilraunaverkefni ráðuneytisins og fleiri í rauninni svona hlutir sem verið að ræða. Þetta í rauninni ætti að vera gögn sem ætti að geymast á OpenEHR formi til þess að það í rauninni lifa af mismunandi staðla, til dæmis það eru mismunandi útgáfur af Fire sem í rauninni, það verður þá erfitt að byggja alltaf gögnin aftur og mismunandi útgáfu af Fire, en þau var í rauninni, og þannig því að við þurfum náttúrulega ekki að vera backwards compatible fyrir kerfin, það get ekki allir skipt Fire staðla sama deginu. Og það sama gildir þá í rauninni kerfi sem það þá að koma gögnum inn í þessar lausnir og það þá bara Fire staðall í rauninni sem henn geta notað til þess að senda gögnin og kannski dæmi sem ég get nefnt í þessu núna, verkefni sem við erum að vinna með Starfinn Íslandi, þar sem við erum í rauninni að taka tímabókanirnar sem núna í heilsuveru og eru sóttar í rauninni on demand í sögukerfin hingað og þangað landið, en það ekki öll sögukerfi og það ekki öll önnur kerfi. Þannig að heilsuver í dag bara birta gögn úr ákveðnum aðilum. En við erum að byggja þá upp núna Fire-grunn fyrir tímabókanir, miðlægan Fire-grunn fyrir tímabókanir sem að sjúkraskrárkerfi eða bókunarkerfi eða hver sem í rauninni sem að höndla með sjúklinga getur sendt þær tímabókanir sem eiga að birtast fyrir sjúklingum inn á Ísland.is eða Ísland.is appinu og þannig að það þá í rauninni bara búið að senda þær þangað og þær birtast þangað til að við fáum skeytum að eyða þeim eða eftir þeim cancel eða eitthvað slíkt eða þá í rauninni að viðtalið bara búið og þá þeim bara eitt úr þessu miðlæga grunni. Þannig að þetta í rauninni bara leið til þess að opna þetta, þannig að hver sem í rauninni sem að bóka fyrir heilbrigðiskerfið, hvaða kerfi sem getur deilt þessu þarna og við þurfum ekki að búa til einhver rosalegan kóngulóarveg til þess að sækja gögnin í alls konar grunna út all land eða jafnvel út í heimi og hingað og þangað. Þannig að þetta svona leið sem að við erum að þróa áfram í þessu og ég held þessi örugglega búið með tímann. Það ekki? Takk.